er leik Íslands og Tékklands lokið hér í Króatíu. Sigur Íslands 32-25, góður leikur hjá strákunum. Við tókum tali Einar Guðmundsson þjálfara, mann leiksins Viktor Hallgrímsson og Jóhann Kaldal Jóhannsson. Til hamingju með sigurinnar, skildu sigur sagði einhver, er það rétt? Nei, sko, við byggumst í Tékkunum miklu sterkari og kröftugri heldur en þeir voru í dag. Þeir voru búin að spila mjög vel á móti bæði Króutum og Svíðum sem er einnig greinilega mikill orku. Tékkarnir voru bara slagir í dag og við vorum með þetta, við vorum með kontról á þessu leik allan tíman. Við vorum konið í 10 marka fórust í fyrri hálfleik og við gátum hvílt lykilmenn og rúlaði öllu liðinu. Ég hefði viljað fá aðeins meiri gæði í seinni hálfleiknum. Þeir vilja bara halda áfram að strauja það og halda áfram okkar leik, en þetta var svona jafnt ströggl hjá báðum liðum í seinni hálfleik. Hvað stendur upp úr í leiknum? Bara að geta rúlað öllum, allir fengu tækifæri, leikmenn fengu að sýna sig. Það er gulls í gildi í svona móti. Þetta er strangt mót, 7 leikir á 10 dögum, þannig að við verðum að geta rúlað og fínt fyrir menn að geta sýnt sig, sumir gripa sénsinn. Jóhann Kaldal, til hamingju með sigurinn, þú átti frábæra innkomu, lýstu aðeins leiknum fyrir mér. Já, þetta var bara skildu sigur, við þurftum bara að vinna leik til að koma okkur upp þarna. Þú komst með sirkusmark, þú gerðir fullt af kúnstum, er þetta eitthvað sem þú er búin að vera að æfa? Já, það kemur til að maður æfi svona hluti. Hver er þín fyrirmynd í handbolta? Guð Óli Sigurðsson, 100%. Viktor Hallgrímsson, maður leiksins, hvað ertu hár og hvenær ertu fæddur? Ég er 1,97 og er fæddur árið 2000. Þú stóðst þig hrikalega vel og búin að standa þig hrikalega vel í þessum leikjum. Fyrsta mótið þitt, ekki satt? Jú. Hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel sko, þetta er mjög gaman, góð reynsla bara. Og hvernig er að koma inn í hópinn? Það er mjög fínt sko, ég taka allir mjög vel á móti mér sko. Eða markmannana, hvernig fer undirbúningur ykkar fram fyrir svona leiki? Það er mjög mismunandi sko bara. Við erum með öðruvísi plan fyrir leiki sko. Það er að bara eins og maður gerir alltaf, maður er ekkert að breyta neinu rútíninu sinni sko. Kíkið þið á leikmenn og skoðið þið sérstaklega? Já, ég er ekki mikið í því sko, en Andri var að gera það svolítið fyrir þennan leik. Ég skoðar þetta alltaf aðeins, en ekkert eitthvað of mikið, þá fer ég bara að hugsa of mikið út í það. Til hamingju. Það er verið. Erum við klárir á hverju við mætum þá? Nei, við verðum að bíða eftir úrslitum í leiknum hérna bak við, það sem Svíþjóð og Króatía. Ef Króatía vinnur þá erum við áfram í 8 úrslitum og mætum þá Serbum og Þjóðverjum. En ef Svíarnir vinna þá gætum við þurft að bíta í þá súra epli að spila með frá 9 til 16. Áfram Króatía? Já, fyrsta skipti.